Herru, þú fá fram í heimsókninni 2-1, bara fyrsta klassíska spurning, þið lítur að bara líða vel? Líður mjög vel, gríðarlega mikilvæg leikur fyrir okkur að halda áfram sama trend sem búin að vera undanfarin vikur að safna stigum og vinna leiki og við gerum þetta vel í dag. Voru fyrirháleikurinn byrjaði móti vindi og erfitt að athafna sig í fyrirháleikum? Það var svona rosalega erfiður ástöðu í dag fyrir alvöru fútboltaleik og það sjást á báðum líðum. Það var mjög erfitt að ná svona eitthvað alvöru spílkafla með mikið flæði og allt át. Vindur var alltaf í rauninni að stoppa boltanum í loftinu eða svona að stoppa flæðinu en við reyndum smikið sem við getum bæði móti vindi og með vindi og komum svona oft í fína stöðu. Margir kannski reyndar koma ekkert úr þessari stöðu sem við komum inn í gegnum spíli en þú verður samt að taka líka og nota aðstöður til að vinna bara leikin og uppskera og strákurinn lagði mikla vinnu. Þetta var þriðji leikur í viku og mikla vinna sem strákurinn voru að leggja inn og þá yfirleitt uppskera maður. Og varstu sáttur með að fá ekki framhaldið byrjuðu undan vindi og varstu sáttur að ná að halda hreinu í fyrirháleikum? Já, alveg klárlega og mér fannst bara eitt svona færi hjá Fram en svona heilt yfir eins og segir það var svona erfitt fyrir bæði lið og við svona nám kannski að nota þetta betur og vinna leikinu endanum en mikið hungur í liðinu og vilja til að fylgja eftir sigrarnir sem voru undanfarin daga og það svona eina sem skipta máli fyrir mig og við sjáum líka hvernig deildin að spilast, rosalega marga jafna leiki, Fram erfiður lið til að spila móti og hver einasta stíg skipta máli og hvað á að vinna leiki, þannig við bara verum að halda áfram á samari braut. Eins og segir stutt á milli í þessi sigur gríðarlega stór upp á það að gera, þeir eru núna 2 stigum frá toppnum þeir eru farið inn í landsleikinn. Mikilvægt að vinna þennan leik og til að vera hreinskilinn við ég aldrei búinn að hugsa núna undanfarið töflu og hvað verðum við á töflunni stattir þegar við erum að fara í landsliðspásinu. Gríðarlegasta var að halda áfram trendi sem við erum búin að vera í núna undanfarið, að vinna leiki svolítið solid, að hafa svona stöðuleikja í okkar leik, sérstaklega varnarlega sem búin að vera undanfarið leikjum og það svona mest sem skipta máli fyrir mig og ég vona innilega að við ætlum að nota pásuna til að halda áfram að gera sama hluti eftir landsliðspásu. Núna sigurleiki gefa liðum sjálfstraust, þeir eru núna búin að vinna, gera vel í síðustu leikjum. Viltu meina að þetta sé bara hátt sjálfstraust sem að skila þessum góðu úrslitum hjá okkur? Já, klárlega og vinna leiki og það hjálpa alltaf með sjálfstraust og mennum líðum betur og svona meiri hungur í næsta leik og þar næsta leik og við erum að halda áfram með það. Ég svona ótti alltaf vona að við ætlum að bæta okkur meðan tímabil stendur og ég alltaf á því að við verðum bara betri með tímanum. Við erum í öllum leikjum svona líka leikmenn inni, svona meita, þannig það alltaf svona vanda smá upp og hjá okkur en hópurinn sterkur og sterkur líka andlega og við sjáum líka í dag, við fáum svona marki í rauninu upp á yngu í tímanum þegar var algjör stjórn á boltanum og stjórn all leiknum en við svona stoppum aldrei og haldum áfram og uppskerum mér finnst svona sangjart með sigur. Ég sá að þegar Þórður Þórsæll flautaði til leiks þegar var gríðarlega létt fagnaði vel, sýnir bara hversu mikilvægt þetta var? Já, alveg klárlega og ég bara líka svona passionate maður, gefa sál og hjarta í vinnuna mína og hvað á þegar ég sér svona mína leikmenn svona glaða og fagna sigurinn, þá kemur svolítið mikið passion líka í mig og ég bara aldrei að fela að sína mína tilfinningar. Aðeins út í leikmenn Patrik Pedersen fékkst þessa spurningu eftir síðasta leik, núna 6 mörkum frá að jafna Tryggva Guðmunds sem markaðistu knattspyrnumaður Fruppa, ótrúlegt að hafa svona leikmann innan Vals. Alveg klárlega og það bara heiður að þjálfa þennan strák og svo ég sagði á síðustu viðtalinu í mínu mati bara besti leikmaður deildina og frábær fótboltamaður, frábær karakter, búinn að vera í marg ár hjá Val og hungur aldrei búinn að minnka, hann bara meiri okkur ári og alltaf vilja gera vel fyrir klubbinn, fyrir liðsélina, fyrir þjálfara og þú vilja hafa svona gæja í liðinu hjá sér. Bjarni Mark, stórkostlegur í dag, frábæri vinstri bakvörðunum, var orðaður í burtu, ég talaði við hann, þú sagðir að hann væri bara ekki að fara neitt, hann búinn að vera góður í síðustu 3 leikjum. Já, bara ef einhvert ekki Bjarni Mark skilur það ég hef búinn að þjálfa hann síðan, hann var svona lítið pjakki fyrir norðan og ég vissi hvað Bjarni getur gefa liðinu og það var aldrei myndinni hjá mér að Bjarni getur fara og hann með stórt hlutverk í okkar liði og hann bara verður að halda áfram á sami braut.
Ansvöldi Birki Heimis, ég er að heyra að hann var í Spelku, hvað svona, getur þú sagt okkur söguna á hún? Það þannig að Birki meiðist á síðasta æfingudaginn fyrir leika múti Aftureldingu og fekk svona eitthvað smá slingi í hné og en hann var í skoðun í dag upp í sjúkrahúsi og myndataka verður tekin á miðvikudaginn en svona fréttir í dag voru jákvæðar að þetta er svona smá tognun og ég vona innilega að þetta tekur ekkert longa tíma. Birkir er búinn að vera frábær og er með góða grunn líka, búinn að æfa vel í vetur, þannig svona það hjálpar alltaf að koma fyrr tilbaka og ég dekkir hans karakter frá Akureyri og verður hann fljótur tilbaka. Áttu vona honum í Stjörnuna eftir landsleik? Já, sjáum til. Takk hérlega.